Ég heiti Ragga Hólm og þetta eru strákarnir mínir í Blokkpartí, Bjarki og Bjössi. Yes, sir. Og við ætlum að gera lag á 10 mínútum, vonandi. Starting now! Boom. Let's go. Right. Ok. Já. Sampl. Mér langar að sampla. Mér langar að nota íslenskt lag. Ég var búinn að velja. Gegja. Þannig að Don't You Worry Little Pretty Little Head. Ragga Hólm, velkomin í takt við tíman. Hvernig er eitthvað stress í þér? Já, ég er búinn að vera eiginlega með hnút í mánu síðan og heyrðir í mér, sko. Þetta er ekkert hvernig ég á að tækla þetta. Hefurðu gert lag á 10 mínútum? Nei, ekki beint. En ég hef labbað inn í stúdíó til Bjarka sem hann er með beat sem hann gerði sjálfur kannski á 10 mínútum. Tók aðeins meiri tíma að semja textan, ég er alveg stressið við því. Hvernig, hvernig er þitt vinnuflæðið? Þú ert að semja músíkina þína. Hvernig, hvar byrjarðu og svo framvegis? Ég byrja yfirleitt að bara koma til Bjarka og þá er hann búinn að vera að vinna í einhverjum töktum og einhvern veginn koma hugmyndirnar alveg út frá því. Bara hvað hann er búinn að gera. Og stundum er ég með hugmyndir en yfirleitt, hann les mér rosalega vel og við erum einhvern veginn allt í einu búin að framkvæma eitthvað, bara sama kvöld sem við ætlum, jafnvel ekki að gera. Þannig að það er yfirleitt svolítið spontant flæði. Vinnurðu með þema eða bara farið í eitthvað? Allavega er niðurstaðan svo á því efni sem ég er búin að gera núna, það er alveg bara fáránlega lítið þema. Þetta er svo fjölbreytt að ég er eiginlega pínu veit ekki alveg hvort þetta eigi allt heima á sömu plötunni, sko. Þannig að Þú sagði mér áðan þegar við vorum að spjalla að þú ert að vinna núna í þínu sólódóti. Segðu okkur aðeins frá því. Hvað er það? Já, þetta er eiginlega kannski meira ástríðuverkefni sem mér er búin að dreyma að gera alveg heillengi og einhvern veginn bara kýldi á þetta í fyrra þegar ég kynnist Bjarka og ég lengi vel unnum með strák sem heitir Bjössi, hann er inni líka, fóði að hitta hann. Hann er beatmaker, við erum búin að vera að búa til takta síðan við vorum krakkar og vorum svolítið mikið í þessu og svo langaði mig alltaf að pröfu eitthvað, að rappa á þetta eitthvað en maður var feiminn þá svo einhvern veginn lét ég bara vaða á þetta, lét bara vaða í fyrra og spittaði á eitthvað beat þarna sem að síðan endaði þannig að það var ekki að virka sem hip-hop-lag og við tókum það upp aftur núna í síðasta mánuði ári seinna og það endaði sem R&B pop-lag frekar. Hvernig byrjaðir í þessu? Hvernig byrjaðir í þar að segja hip-hopinu og þessu? Bara það er eiginlega eina tónlistin sem ég hef einhvern veginn tengt við bara í gegnum árin. Sem fór í gegnum einhver tímabil, háskóla, punkið og allt þetta. En það allt, maður gafst upp á því en hip-hopið satt alltaf eftir. Þannig að það var eiginlega þar og við hlustum ógeðslega mikið á hip-hop og stúderuðum þar ógeðslega mikið þegar við vorum krakkar. Og mér finnst skemmtilegast að gera það þegar rétta mómenti er. Þú ert líka í Reykjavíkudætrum, ekki satt? Algjörlega. Þið eru búin að vera að gera einhverja rosalega hluti þar. Hvað geturðu sagt okkur meira frá því? Já, ég kem inn í þetta hjá þeim snemma á síðasta ári og mér langaði að gera bara featuring-lag, bara sem átti að rata á mína plötu og það er Rappa heiminn sem við gerum saman. Og svo var það þannig að ein forfallaðist á festival á Barcelona og ég fekk að fara með og það var eiginlega mín innganga í þetta band og út frá því fór ég að það var svo mikill drifkraftur í mér og ég kom inn í þetta band með eitthvað nýtt væp þannig að Reykjavíkudætur per se í dag eru gjörsamlega búin að breyta stefnu hvort það sé alfarið út af því að ég kom inn en ég kom inn með nýja takta, nýtt væp og allt þetta en það er alveg frábæri hlutir að gerast þar plata á leiðinni og spila út allan heim og það er alveg geggjað. Hvernig að spila á skemmtistað heima þar að segja hip-hop og fara síðan út og fyrir framan 5.000 manns? Með fullri virðingu fyrir íslensku seninni þá er þetta tæplega worth it þegar maður getur verið að gera þetta. Það er svo sem hræðir mig við þetta sólódæmi.
hitt miklu stærra batteri, og ég svona, eins og ég segi, þetta eiginlega bara svona ástríðuverkefni sem mig langar að klára, en svo held ég að, ég láti það bara gott heita og reyna að einbeita mér aðalega með þeim. Og hvað svona núna, hvað á döfinni í sumar hjá þér per se, svona eitthvað gig eða eitthvað þannig? Ég raun og veru búin með það sem ég ætlaði mér í sumar. Ég spilaði á Solstice á Gimli sem var svona eiginlega mitt staðsta gig. Ég búin að spila svona örlítið, á einhverjum, árshátíðum og svoleiðis. En svo bara spurning hvað gerist þegar ég gef út þessa plötu, það leiði eitthvað. 1 minute til. Gleymið það. Ég geti... Hei. Þetta er náttúrulega ógeranlegt. Bara svo það sé alveg að reyna. Svolítið, já. Hei. Þegar ég Já. Ok. Byrjum það bara. Bara aftur. Fyrstu verð. Fyrir bara aftur, það er Hækkaðu smá lög. Hei. Hækkaðu mér. Sisi fikar svona út á mig, baby. Sisi saumar á Suzuki, baby. Ekki raka gistin, ég sagði það, lady. Stuðmaður svo hoppaði upp í Mercedes, baby. Damn! Þetta er ekki fræðilegur möguleiki. How the fuck? Sisi fikar svona út á mig, baby. Sisi saumar á Suzuki, baby. Ekki raka gistin, ég sagði það, lady. Stuðmaður svo hoppaði upp í Mercedes, baby.